Yfirskrift fundarins orð Guðs líf, lækning og kraftur. Og ég hef upplifað þetta, kraftinn og lífið og lækninguna í orði Guðs á mínu eigin skinni. Eftir að ég tók á móti Jesú og frelsaðist vorið 2019, þá var ég komin nýjan anda fæddan af Guði og þá fekk ég löngun í fyrsta sinn á ævinni til þess að lesa orð Guðs, til þess að lesa í Biblíunni. Og ég settist niður með manninu mínu og við fórum að lesa saman í Biblíunni og þá bara var eins og nýr heimur hafði bara lokist upp fyrir mér. Ég átti ekki orð yfir það hvað var mikil djúp speki og viska og umbreytingarkraftur í orðinu. Og eftir því sem ég fór að lesa meira, þá fór orðið í Biblíunni að umbreyta mér og Guð að umbreyta mér í gegnum orðið meira og meira og meira. Og á einum tímapunkti þá áttaði ég mig á því að allt sem ég hafði trúað og hugsað og allar skoðanir sem ég hefði haft voru kolrangar. En ég var með þetta opna hjarta gagnvart Guði þess að ég var alltaf tilbúin að skoða sjálfa mig. Ég var alltaf tilbúin að skoða hjarta mitt og segja Guð breytti mér. Það sem ekki frá þér, hreinsuðu það út og læknaði mig. Ok, nú ætlum við að fara aftur hérna inn í grúppuna og reyna að setja hérna vídeóið á. Það sjá. Orð Guðs. Svona, sjáum hvort þetta virkir núna. Jæja, við erum aftur á live í grúppinu og við erum búin að hefja lesturinn orð Guðs lækning, líf og kraftur. Og orð Guðs líka eldur. Orð Guðs eldur sem getur eytt og orð Guðs kraftur sem getur komið hverju sem Guði þóknast til leiðar. Og það talaði með Biblíunni að Guð, hann skapaði heimana með orði sínu. Þegar Guð talaði, verði ljós, það var ljós. Og þegar Guð talaði, þá varð allur heimurinn til. Skapaður með hans orði. Og Guð talar. Og ein af megin leiðunum sem Guð notar til þess að tala til okkar, það í gegnum Biblíuna. Það í gegnum orðið sitt. Og það segir að orð Guðs komi aldrei tómt tilbaka. Jesaja 55:11 segir, svo og orð mitt, það útgengur af mínu munni, það hverfur eigi aftur til mín við svo búið, heldur kemur því til leiðar sem ég þóknast og framkvæmir það sem ég fól því að gjöra. Og þegar Guð talar, þá fer andi og kraftur út af munn hans, orðið hans, og það framkvæmir. Og í Hebreabréfinu 4. kafla í 12. versi segir því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði, það smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamót og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Þannig að orð Guðs, það fer inn í sálin okkar, það fer inn í hjarta okkar, það fer inn í hugsanir okkar og inn í frumurnar í líkamanum og beinin okkar. Og það svo mikill kraftur og máttur og mikið vald sem fylgir orði Guðs. Og það að Guð tali til okkar í gegnum Biblíuna þýðir ekki að hvert einasta orð í Biblíunni sé eitthvað sem Guð að segja beint til okkar. Stundum verið að lýsa til dæmis rangri trú eða röngum skoðunum á því hver Guð eða hvernig hann eins og til dæmis í Jobbsbók og hverjar eru afleiðingar þess. En það samt Guð að tala af því að hann að kenna okkur hverju við ekki að trúa sig. Hann að kenna okkur hvað rangt að trúa og hugsa það hver hann Þannig að jafnvel þótt að hann sé ekki beint að tala, þá hann samt að tala því að hann að kenna okkur og hann að opinbera sjálfan sig og hver hann í gegnum orðið sitt. Og orð Guðs líka næring fyrir okkur, ekki bara andleg næring, líka líkamleg næring. Þetta næring fyrir líkamann okkar. Og þegar Jesús var í eyðimörkinni og hann var banhungri, hann var búinn að fasta í 40 daga og djöfullinn kom að freista hans. Og djöfullinn freista hans með mat, þá svarar Jesús, og þetta í Mattheus 4. kafla 4. versi, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði,
heldur hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús að segja, við lifum á orði Guðs. Það næringin okkar. Við lifum á því. Það okkur líf og það okkur kraftur sem að ekki bara læknar okkur, heldur líka forðar okkur frá því að falli fristni, sem að bjargar okkur frá vélabrögðum og blekkingum óvinarins. Og í Orðskviðum 4. kafla 20. til 22. versi segir, Soni minn, gefðu gaum að máli mínu, hneigðu eyra þitt að orðum mínum, því að þau eru líf þeim sem hljóta þau og lækning öllum líkama þeirra. Orð Guðs líf öllum sem hljóta þau og lækning líkamanum okkar. Og svo mjög fallegt að lesa Sálm 119 sem fjallar rosa mikið þetta og ég ætla bara að lesa upp 2 setningar úr honum. Þetta 50. vers og 93. vers. Það huggun mín í eymd minni að orð þitt lætur við lífi halda. Ég skal aldrei gleyma fyrirmælum þínum því að með þeim hefur þú látið mig lífi halda. Og í 5. Mósebók 32. kafla segir, leggið ykkur á hjarta öll þau orð sem ég hef flutt ykkur í dag. Þau eru ekki innántóm orð sem engu máli skipta, þau eru sjálft líf ykkar. Því að sakir þessara orða verður því langlíf í landinu sem þið haldið nú inni yfir Jórdan til að taka það til eignar. Þannig að Biblían alveg skýr á það og segir aftur og aftur, orð Guðs líf og orð Guðs lækning og kraftur. Og í Jósa segir Guð að þegar við fyllum hjart okkar af orði hans og þegar við hugleiðum orði hans, þá njótum við mikillar blessunar og velgengni í þessu lífi. Og Jesús talaði það sjálfur að orðin sem hann talaði væru andi og líf. Orðin eru andi Guðs. Og í Jeremía 23:29 þá segir Guð að orð hans sé eins og eldur, eins og hamar sem sundurmolar kletta. Það það mikill kraftur í orði Guðs. Þegar orðið fer út, það getur sundurmolað kletta eins og ekkert sé. Og við erum svo ofta að leita lækningu, lífi og krafti eða orku, ef við erum þreytt eða orkulaus eða buguð í hlutum eins og lyfjum eða mat eða hreyfingu eða fæðubótarefnum. Við erum að leita í alls konar sérfræðiráðgjöf og veraldlega hluti og jafnvel annað fólk og þetta allt getur átt sinn stað. En við megum ekki gleyma því að uppspretta alls krafts, lífs og lækningar orð Guðs, Jesús Kristus sjálfur. Orðið sem að Guð tala til okkar. Og þegar við erum að lesa Biblíuna, þegar við erum að hlusta á predikanir, þegar við erum að hugleiða orðið, þá erum við að nærast á Guði og við erum að innbyrða. Við erum að innbyrða kraft Guðs, hann fer inn í okkur. Og þá erum við að innbyrða lækninguna, lífið hans og kraftin hans. Og kraftur Guðs og orð Guðs hefur yfirnáttúrulegan sköpunarkraft. Og í kvöld ætlum við að læra hvernig við innbyrðum þennan kraft, hvernig við hleypum þessum krafti inn í okkar líf daglega. Og það eitt sem við þurfum að gera í þessu lífi hérna á jörðinni, það að við þurfum að velja okkar sannleika. Við þurfum að velja hvað á að vera sannleikurinn okkar. Við lifum í þessum fallna heimi, þar sem allt á hreyfingu, það alls konar bylgjur og æði og tískubylgjur og allt í einu á þetta vera ægilega hollt og gott og frábært og æðislegt og þetta málið og svo fellur það á tísk og þá kemur einhver önnur bylgja og ekkert af þessu varanlegt. Og það heimurinn einhvern veginn að hrópa á mann úr öllum áttum, það samfélagsmiðlar, það sérfræðingar, það vinir, fjölskylda, interneti, það alls konar hlutir og alls konar fólk sem að reyna að ná stöðugt, að reyna að ná athygli okkar og fólk að reyna að segja okkur hvað við eigum að gera, hvernig við eigum að lifa, hverju við eigum að fylgja, hvað þurfum við að gera til þess að eiga lífi fyllstu gnægð. Og það getur verið svolítið erfitt stundum átt að segja bara hverju á ég að trúa, hvað getur raunverulega hjálpa mér, hvað rétt, hvað satt og hverju má ég að fylgja. Og
rannsóknir sem hafa rannsakað svona velgengni og rannsakað fólk sem hefur náð miklum árangri og mikilli velgengni í lífinu hafa fundið út þessa reglu að ef að þú vilt ná einhverjum árangri, einhverjar breytingu eða byggja eitthvað, þá besta leiðin sú að finna eitthvað sem hefur þegar gert það sem þú vilt gera og gera það sem hann eða hún gerði, eða fylgja mér. Þannig öðlumst við sömu velgengni. Og Guð hefur gefið okkur skynsemi og við þurfum að passa okkur svolítið á því hverju erum við að fylgja, hvert erum við að leita ráða. Það er lítil skynsemi því að leita hjónabandsráðgjafar hjá einhverjum sem til dæmis þrískilinn. Eða að leita fjármálaráðgjafar hjá einhverju sem blankur og skuldum vafinn. Við þurfum að vanda valið. Hvert erum við að leita? Af því að vond ráð geta verið mjög dýrkeypt og kostnaðarsöm ráð. Og við þurfum að vanda okkur hvar erum við að leita svara og sannleikans. Og Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og hann sagði, leiti fyrst til mín. Leiti fyrst míns ríkis og míns réttlætis og þá mun ykkur veitast allt annað að auki. Þannig að þegar okkur vantar ráð, lækningu, kraft, visku, leiðsögn, líf, þá leitum við fyrst til Guðs. Það er ekki til það vandamál í þessum heimi sem að Biblían fjallar ekki með einum eða öðrum hætti. Lausnin við öllum vandamálum er að finna í orði Guðs. Guð almáttugur, hann veit allt, hann skilur allt, hann sér allt, hann kann allt, hann á allt og hann getur allt. Og það er enginn betur til þess fallinn að hjálpa okkur heldur en hann. Guð er spekinn sjálf, Guð er viskan sjálf og hann gefur okkur hana meðal annars með orðinu sínu. Og þegar Jesú gaf líf sitt á krossinum og dó fyrir okkar syndir, var aðskilnaðurinn á milli mannsins og Guðs rofinn. Og vegna þess að Jesú Kristur dó á krossinum, þá eigum við beinan og greiðan aðgang að Guði sjálfum, föður okkar á himnum og hásæti hans. Og við getum komið fram fyrir hásæti hans með djörfung og kjark í hjartanu, með allt það sem við erum að glíma við og afhent honum það og leita ráða hjá honum og fengið svör beint frá honum. Við höfum beinan aðgang á Guði alla daga, allan daginn, alltaf. Vegna þess sem Jesús Kristur gerði fyrir okkur og hvað sem við erum að glíma við. Guð veit af því. Guð sér það. Og hann veit af hverju við erum að glíma við það. Og hann veit hvers við þörfnust og hvað þarf að gerast til þess að við komumst út úr þessu. Þannig að við leitum fyrst Guðs og það gerum við með bæn, beini og þakkargjörð. Og það gerum við með því að dvelja í nærveru Guðs og hugleiða orð hans, lesa í Biblíunni og þannig grundvalla okkur í sannleikanum. Grundvalla okkur í orði Guðs. Af því að orð Guðs er ekki bara sannleikurinn Jesú Krist, heldur er þetta áttavitin okkar, gildin okkar, grunnurinn sem við byggjum trún okkar, hugafar okkar og það sem við tölum út á. Og þegar við stillum hjart okkar á orð Guðs, frekar en þannig sýnilega heim eða kringumstæður okkar, þá fyrir við að lifa meira í andanum. Við fyrir að lifa meira í Guðsríkinu sem er innra með okkur, frekar heldur en að lifa í heiminum eða samkvæmt girndum holdsins. Og það er kannski einhver að glíma við veikindi, við kvíða eða fátækt. Og síðan les viðkomandi í orðin að Jesús hafi læknað hann eða hana. Að Jesús hafi gefið okkur líf í fyllstu gnægð. Að Jesús Kristur er alltaf hjá okkur að eilífu. Hvernig og hverju hef ég að kvíða ef ég veit að Guð almáttugur sjálfur er alltaf með mér? Hver er betur til þess fallinn að vernda mig og passa mig heldur en hann sjálfur? Ég þarf ekki að kvíða neinu og ég þarf ekki að óttast dauðann þegar ég veit að ég á eilíft líf. Ég himnar ekki Guðs. Og það er bara tilhlökkun í hjarta mínu fyrir þegar minn tími kemur að ég yfirgef þessa jörð og fer til að búa með föður mínum á himnum. Og bara núna fyrir örfáum dögum þá var ég að vinna hérna í garðinum og var að hreinsa til og gera
fínt og strákarnir mínu voru að hjálpa mér og ég eitthvað að rífa þarna grasið í garðinu og svo allt í einu sé ég út undan mér yngri strákurinn minn dettur niður tröppurnar og við erum með svona svalir og það eru svona steintröppur sem liggja niður í garðinn og ég sé bara hann dettur einhvern veginn og er á hvolfi og bara búm, beint á hausinn og ég heyri bara rosalega ding þegar hausinn á honum skellur og hann dettur með hausinn svona onni í einhverja gryfju og það eru svona múrsteinar og ég fæ alveg sjokk, bara hleypa af stað og grípa hann og teka hann upp og hann er hágrátandi, ég hleyp með hann upp og inn í eldhús og ég byrja að skoða hann og ég byrja að skoða ég var svo mikið ágjör á höfðinu og hann er svona grátandi og það var bara ekkert að. Það var engin áverki á höfðinu og hún var ekkert illt og það eina sem var pínulítil skráma á öðru hnénu. Og ég fann svo sterkt, það sem ég hélt á honum þarna, bara rödd Guðs í hjarta mínu og í huga mínum, að hann hafði verndað hann, að hann hafði passað hann, að hann hafði passað upp á og jafnvel þótt hann var að detta niður þessar steintröppur og ekkert slæmt myndi koma fyrir hann. Og ég bara fann þessa vernd og blessun Guðs og ég fann svo mikið þakklæti í hjartanu að vita af Guði, að hann er ekki bara að passa mig, hann er að passa börnin mín líka. Og það kom svona upp hugsun eftir sama tíma þetta gerðist eða í kjölfari að þegar Páll var kominn á einhverja eyju og hann sat við varðeld með eyjamönnunum sem voru að hitta hann í fyrsta sinn svo allt í einu kemur snákur eða naðra, eitraður snákur og bítur hann í hendina. Og mennirnir eru bara mjög sjokkeraðir því þetta er baneitraður snákur og þeir upplifa bara þessi bölvun á honum og hann sé að fara að deyja en Páll hann bregst bara við með að hrista hendina og hrista snákinn af sér og þeir bíða þarna í viðbragðsstöðu eftir að hendin byrja að bólgna upp og ekkert gerist. Honum varð ekkert meint af því að Guð var með honum. Og þetta er Guð í okkar lífi þegar við hleypum honum að, þegar við lifum samkvæmt orðans, þegar við tökum á móti orðinans og við trúum því í hjart okkar, við trúum því að hinn vondi get ekki snert okkur, við trúum því að Guð almáttugur sé verndarinn okkar og vörðurinn okkar og skjólið okkar, hann haldi utan um okkur og passa okkur, hann sé alltaf hjá okkur, alltaf með okkur. Og það er ekki til neitt meira öryggi en það. Það er öryggi Guðs. Og nákvæmlega sama gerðist núna fyrir í vetur þegar ég datt rosalega harkalega á höfuðið þegar við vorum á skíðum. Og ég vankaðist alveg smá á meiddi mig en ég fann bara að lækningu Guðs og ég vissi bara að þetta myndi aldrei geta haft neinar varanlegar afleiðingar. Og ég finn ekkert fyrir þessu í dag. Fyrir nokkrum árum þá datt ég svo illa hestbaki. Hesturinn sem var með mig vorum á fleygiferð og hann datt svo illa, hann fór í kollhnís og ég kastaðist á baki og ég missti andan og fekk eitthvað svona kýl í magan og ég var alveg krambulegur fyrst. En svo fór ég að vinna með Guði að fyrirgefa og taka á móti lækningu hans og ég læknaðist algjörlega af þessu. Og þá voru engar varanlegar afleiðingar. Og þetta er blessun og lækning og líf og kraftur Guðs. Og hérna áður fyrir þegar ég glímdi við kvíða og var mikill kvíðasjúklingur, þá glímdi ég við rosalegan slysakvíða og dettikvíða. Ég lifði í stöðugum kvíða og ótta að ég væri að fara að detta og ég mætti ekki detta og ég var að labba niður tröppur og þá var ég hrædd að detta og ég var alltaf að óttast það að ég eða einhver nákomi mér var að fara að lenda í einhverju hræðilegu slysi og jafnvel örkumlast. Og lækningin við þessum kvíða kom þegar ég tók á móti Jesú Krist og ég fór að lesa í orðinu og innbyrða orðin hans og ég fór að setja þau inn í hjarta mitt og trúa þeim. Og það gerði ég með að hugleiða orðið. Og það kom svaka lækning á kvíðinu líka þegar ég hætti að trúa því að Guð myndi yfirgefa mig, að Guð hefði farið frá mér og ég fór að trúa því í staðinn að Guð væri alltaf hjá mér, alltaf með mér, alveg sama hvað. Og ég upplifði líka mjög mikla lækningu þegar ég fór að umbreyta hugarfarinu með Jesú. Og ég fór að læra að hugsa heilbrigt og ég fór að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist í staðinn að hugsa þessar kvíðahugsanir og óttahugsanir. En þessi fullvissa Guð og hver hann er í mínu lífi og þessi sannleikur hann
Hann kom ekki strax heldur smám saman með lestri á orði Guðs. Ég gat ekki öðlast þessa fullvissu hver hann og hvern hann öðruvísi en að lesa í orðinu og hugleiða orðið. Og þegar við hugleiðum orðið, þá fer það beint inn í hjartað og við byrjum strax að trúa því. Og það miklu áhrifaríkara heldur en ef við erum bara að lesa það, þá þarftu kannski að lesa það 10 sinnum, 15 sinnum, áður en það kemst inn í hjartað og verður að trú. Af því að það er bara fast hérna. En þegar við hugleiðum orðið, þá bara búm, þau beint í hjartað, það er orðið að trú. Amen. Og þegar við erum að horfa á kringumstæður okkar, tilfinningar okkar, heilsun okkar, og það er að segja eitt, eitthvað neikvætt, en orð Guð segir annað, þá þurfum við að velja hvoru ætlum við að trúa. Hverjum ætlum við að trúa? Veikindunum, kringumstæðunum, tilfinningunum okkar eða Guði. Og þessi umbreyting og þessi lækning og þetta líf, það kemur fyrir að trúa og ganga og lifa samkvæmt orði Guðs. Miklu frekar en samkvæmt því sem þessi efnislegi heimur eða kringumstæður okkar eða tilfinningar okkar eða heilsan okkar segir okkur. Og við þurfum líka að hafa það í huga að djöfullinn er faðir lyginnar og hans myrkur alltaf að reyna að koma einhverjum svona litlum lygum að eða stórum lygum og kvíðinn sérstaklega. Kvíðinn er lygari, hann segir eitthvað hræðilegt að fara að gerast, þú ert að fara að veikja, þú ert að deyja, þú ert að kafna, þú getur ekki lifað, aðrir að dæma þig, þú getur ekki andað því með mistakast og svo framvegis. Og ég veit að það eru margir sem eru að hlusta sem þekki þessar lygar og ég þekki það sjálf. Og ef við trúum þeim, ef við tökum við þessum lygum og trúum þeim, þá erum við að hleypa þessu myrkurinn í hjarta okkar og þá verður þessi blekking okkar sannleikur. Og við getum ekki vita hvað er satt og hvað er lygi nema grundvalla okkur í orði Guðs. Það er leiðin til þess að vita. Guð segir, með mér ertu hólpin, þú ert öruggur. Hinn vondi getur ekki snerti, ég bjarga þér, ég lækna þig, ég hef gefið þér eilíft líf og þú munt aldrei að eilífu deyja. Og þar til að við höfum tekið við þessum sannleika þetta eilífa lífin í hjarta okkar og fyrir að trúa því, þá getum við verið að lifa við ótta, við dauða ótta, eða að vera lífshrædd eins og það stundum kalla. En þegar við tökum við þessum sannleika, þá fáum við frelsi frá þeim ótta og þeim kvíða. Og Guð segir, ef þú treystir á mig og hugleiðir orð mitt dag og nótt, mun þér lánast allt sem þú tekur þér fyrir hendur og þú munt bera ávöxt án afláts. Að dómurinn sé í höndum Drottins, en að Jesús Kristur hafi með dauða sínum á krossinum tekið dóminn þinn á sig. Og þar af leiðandi erum við sýknuð. Við erum saklaus og náðuð og fyrir hans benjar þá erum við heilbrigð og við eigum lækningun í honum. Amen. Og þá getum við spurt okkur, ok, ef Guð gefur okkur allt þetta og gerir þetta allt fyrir okkur sem hann gerir, hvert er þá okkar hlutverk? Og ég hef svo reynt að útskýra þetta áður að kjarninn í kristinni trú er tvíþættur. Það fyrsta skrefið og númer 1, 2 og 3 og tilgangur mannkyns, það er að endurfæðast með því að trúa á Jesú Krist og taka á móti honum. Það segir í Rómverjabréfinu, ef við trúum í hjartanu að Jesús í Drottinn og við játa með munninum, þá kemur andi Guðs inn í andan okkur og endurfæðir hann og við fáum nýjan anda fæddan af Guði og þannig verðum við börn Guðs. Þannig verðum við endurfædd synir og dætur Guðs almáttugs og eigum aðgöngu með það inn í himnaríki Guðs, örugga himnaríkisvist. Þetta er númer 1, 2 og 3 og mikilvægasta skref sem nokkur maður getur tekið. En síðan er númer 2, sem er næsta skref á eftir að við höfum endurfæðst, að það er að vaxa og þroskast með Guði og umbreytast. Og ég hef tekið eftir að kristnir eru stundum að rugla þessum 2 skrefum saman, annars vegar fagnaðarerindið þar sem við endurfæðumst og hins vegar göngun okkar með Guði í kjölfarið. Þetta er tvennt ólíkt. Við erum hólpin og endurfædd og okkur er bjargað fyrir náð Guðs og það byggir ekki okkar verkum. Það er ekkert sem við getum gert. Það er bara, við veljum að trúa, það er trúarskref, að trúa á Krist. Við erum hólpin fyrir náð og það er bara verk Guðs, en í framhald af því, og það segir í orðin að við erum sköpuð til góðra verka til þess að bera ávöxt, þá erum við að vinna með Guði og umbreytast og þroskast og hreinsa út úr hjartan okkar allt sem er ekki frá Guði og endurnýja hugarfarið.
Við þurfum að endurnýja hugarfarið og í þessu felst að við stillum trú okkar á hugarfar eða hjarta til samræmis við orð Guðs. Við hreinsum út í hjarta og huga okkar allt sem ekki frá Guði. Amen. Og greinum hismið frá kjarnanum, blekkinguna þannig frá sannleikanum. Og í Rómverjabréfinu 12:2 segir, fylgið ekki háttsemi þessa heims, látið heldur umbreytast með hinu nýja hugarfari. Og hvernig umbreytist við með hinu nýja hugarfari? Það eru gildin okkar. Við þurfum að sækja gildin okkar í það sem Guð segir okkur, ekki það sem að samfélagsmiðlar, annað fólk, foreldrar okkar, eða jafnvel við sjálf höfum verið að segja okkur sjálf. Trúin okkar, við þurfum að stilla trúna okkar á það sem að Guð segir. Trúa því sem er sannleikurinn, Guð er sannleikurinn og hann gefur okkur hann í gegnum orð sitt. Hugsanir okkar, við þurfum að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Og þegar við fyrir að kynnast Kristi þá vitum við að Kristur er ekki bara Guð, Kristur er kærleikur, hann er friður, hann er frelsi, hann er lækning, hann er viska, hann er speki, hann er trú, hann er traust, hann er öryggi. Hann er allt þetta fallega, stórkostlega góða sem við viljum öðlast og við þurfum að hertaka hverja hugsun til hlýðni við það. Það þýðir að við eigum að hugsa hugsanir sem eru fullar af ljósi, sem eru fullar af friði, sem eru fullar af krafti og gleði og þakklæti og frelsi, sem eru fullar af því sem Jesús Kristur er. En ekki leyfa myrkrinu hertaka okkar hugsanir. Og það er ekki ástæðulausu að djöfullinn ræðst á hugsanir okkar fram yfir allt annað, af því hann veit hversu máttugar hugsanir okkar eru og hann veit hversu mikinn glundroða og skaða hann getur gert með því að taka yfir hugarfar okkar. En Jesús gaf okkur vald yfir öllu myrkri. Amen. En við þurfum að beita því valdi. Amen. Amen. Ef hugsun rímar ekki við orð Guðs þá er hún lygi og við eigum að hafna henni. Amen. En við sigrum illt með góðu og það er ekki nóg að hafna bara þessari illu hugsun, við þurfum að velja nýja hugsun í staðinn. Velja heilbrigða hugsun í staðinn. Og til viðbóti við þetta, við þurfum að passa upp á okkar eigin orð. Það segir í orðskvönum dauði og lífur og tungunar valdi sá sem beitir henni mun og þiggja ávöxt hennar. Hvort sem hann er vondur eða góður. Það fer eftir því hvað þú ert að tala út og við erum að tala bara út ljós, líf, lækningu. Ekki tala sjálfa þig niður. Ekki níða sjálfan þig eða aðra eða það sem er að gerast í þessari veröld. Talaði bara það sem er jákvætt og uppbyggilegt og fallegt. Amen. Amen. Og það er rosalega gaman að segja frá því að þessi lækning og þessi kraftur og þetta líf sem að orð Guðs gefur okkur, það er sko búið að vísindalega sanna þetta. Og það var gerð risastór rannsókn, það sem voru 10.000 þáttakanda sem heitir Power of 4. Og það var verið að rannsaka áhrif reglulegs biblíulesturs á líf fólks. Og það voru bara sláandi niðurstöður. Og það var, lykillinn var að lesa eða hugleiða eða tala eða hlusta á orð Guðs 4 sinnum í viku eða oftar. Þá kom bara þvílíkur svona spike í margföldun í jákvæðum áhrifum. Þannig að þetta er lífsstíll. Þetta er svona eins og að bursta tennurnar eða að fara í bað, eða greiða hárin á sér. Þetta á að vera eins sjálfsagt og eins nauðsynlegt eins og allar þær venjur og í rauninni meira. Og ég ætla bara að nefna nokkrar niðurstöður. Þeir sem að það talaði engagement with the Bible eða eiga samfélag við orðið. Við getum orðað þannig, það er ekki endilega bara að lesa, eins og ég segi, það er að hugleiða og svo framvegis. 4 sinnum í viku eða oftar, niðurstöður sýndi að einmanaleiki minnkar 30%, reiði minnkar 32%, veski eða biturleiki minnkar 43%, drykkja eða neysla á vímugjöfum minnkar 57%. Spáið þessu. Þetta er rosalegt. Andleg stöðnun er 60% ólíklegri. Löngun til að deila trúniðinni eykst 200% og löngun til að kenna öðrum og segja öðrum frá eykst 230%. Þannig að orð Guðs er okkar andlega
lyf. Og það áhrifaríkara heldur en nokkuð annað. Ef það væri til einhver sálfræðingur að núti eða einhver pilla sem gæti gefið okkur þessi áhrif, þá væri það bara mest selda pilla sem til í heiminum og þessi sálfræðingur væri uppbókaður út lífið sitt. En Guð hefur gefið okkur þetta hér í þessari bók, í orðinu sínu. Og það sorglegt hvað eru margir sem eru ekki að nýta sér það. Meira að segja kristnir einstaklingar. Og Guð hefur talað inn í hjarta mitt núna að hann að setja biblíuvakning á staði yfir Ísland. Það biblíuvakning. Og við erum með áskorun í Frelsiskirkjunni. Það sem við ætlum að lesa daglega í orðinu allan maímánuð og við ætlum að byrja á morgun. Og eins og þegar við erum að setja inn nýja reglu eða nýjan vana, þá gott að byrja bara smátt. Og ég elska reglu sem heitir 5 mínútna reglan þegar ég byrja á einhverju nýju. Þannig byrjaði til dæmis að hugleiða. Þegar mér fannst ég ekki geta hugleitt af því hausinn á mér var alltaf á milljón og bara öskrandi þvottavél í hausnum á mér og bara hugsanirnar ótrúlega órólegar og hraðar og neikvæðar. Og ég sagði við sjálfum, ok, ég ætla að fara að hugleiða og ég ætla að gera 5 mínútur á dag. Ég hlýt ekki að setjast niður og hugleitt í 5 mínútur. Og ég byrjaði að gera það, svo allt í einu urðu 5 mínútur á 7 mínútum, svo var þetta 10 mínútur og svo áður en ég vissi af, þá var ég búin að endurfæðast og taka á móti Jesú og finna Guð og ég var búin að læknast og ég var byrjað stundum að taka hugleiðslu bara í klukkutíma. Og ég var byrjað að eiga samfélag við sjálfan Guð almáttugan í gegnum hugleiðslu. Þetta var að stórkostlegasta tæki sem ég nokkuð tíma upplifað þegar það hugleiðsla og fyrirgefning. Af því að hvort tveggja notar Guð svo ofboðslega sterklega til þess að blessa okkur, til þess að gefa okkur það sem við þörfnumst. Og síðan í kjölfarið kynntist ég orði Guðs sem líka alveg stórkostlegt. Amen. Þannig að við viljum endilega að þið lesið með okkur daglega. Við ætlum að gera þetta á kvöldin. þar sem við ætlum að slíta ykkur frá hámhorfinu og doomskrollinu í símanum og við ætlum að taka upp biblíuna og ég veit að þið öll örugglega eigi biblíu, ef þið eigi ekki biblíu, endilega kaupa ykkur biblíu og verið með okkur. Við ætlum að byrja okkur guðspjalli og við ætlum kannski að skiptast á að lesa ég og Einar. Við ætlum að lesa í svona 5 mínútur og svo ætlum við aðeins að tala bara það sem við vorum að lesa. Endilega verið með biblíu með ykkur og lesið með okkur leið og við erum að lesa. Við ætlum að gera þetta daglega, allan maímánuð og við ætlum að finna þessi stórkostlegu jákvæðu áhrif sem að rannsóknin segir að biblíulesturinn hafi og spjalla síðan kannski það í lok maí eða í byrjun júní. Og ég trúi því að þegar við förum öll að lesa saman þá förum við að upplifa kraftaverk, við förum að upplifa lækningu, við förum að upplifa stórkostlega umbreytingu á hugarfarinu, á trúarlífinu okkar, við förum að upplifa svona einhvern nýjan kraft og nýjan nánd í samfélaginu okkar við Guð almáttugan sem við höfum aldrei upplifað áður og við finnum bara að við erum að komast á eitthvað æðra level með Guði. Og ég er sannfærð það því ég veit að Guð að þessi áskorun innblásin af Guði og samkvæmt hans vilja. Og mér langar líka til þess að hvetja ykkur til þess að nýta ykkur hugleiðslu bænirnar. Að hlusta bæði á vefþættina sem eru á Spotify og YouTube og nýta hugleiðslu bænirnar. Þær eru svona 10 til 30 mínútur og þær eru allar úr orði Guðs og þær hjálpa okkur að eiga nánara samfélag við Guð. Ég get ekki átt mitt samfélag við Guð án þess að hafa hugleiðsluna og ég geri það daglega á hverjum einasta degi, það helst kannski helgar þar sem mikið prógram með krakkana allan daginn, þar sem ég næ ekki þessari stund með Guð og það geri ég strax á mánudagsmorgni og ég finn bara léttinn og ég finn friðinn og ef það hefur verið eitthvað vanlíðan þá get ég afhent það til Guðs og Guð bara einhvern veginn tekur það frá mér og hann gefur mér svona staðfestingu og huggun og einhvern veginn, þetta er eins og Jesús segir þegar við leitum fyrst hans, þá sér hann allt annað. Þá gefur hann okkur allt hitt sem við erum svo oft að hamast og leitast eftir að gefa sjálfum okkur. Hann mun færa okkur það þegar við leitum til hans fyrst og tökum frá tíma í nærveru hans. Tökum frá tíma í nærveru heilags anda. Bara okkar persónulegi tími með Guði er mikilvægara heldur en allt annað. Það er mikilvægara heldur en að fara í kirkju. Það er mikilvægara heldur en að fara í vinnuna. Það er mikilvægara heldur en að fara í ræktina. Það er þessi tími með Guði af því að þegar við nálgumst hann með þetta einlæga hjarta þá opnum við leið fyrir hann til þess að gefa okkur það sem við þörfnumst. Þá opnum við leið fyrir hans kraft að flæða inn í öll svið lífs okkar og þá kemur þessi umbreytingarkraftur líka. Og svo náttúrulega
að lesa í orðinu og við ætlum að gera það saman í maí og ég bara hlakkar rosalega mikið til þess og það verður gaman að sjá hvað gerist og hvernig áhrifin verða og vorum við ekki að hugsa hvað, Jóhannesar guðspjöll kannski? Jú, það var það sem okkur datt í hug. Já. Þetta getur verið mjög sniðugt að byrja á því. Já, það var rosalega gott að byrja á Jóhannesar guðspjalli, það er í Nýja testamentinu, að betra að byrja á því heldur en Gamla testamentinu, við erum búin að vera að lesa mjög mikið í Gamla testamentinu og við erum komin í Jeremía og það er bara, stundum með maður bara svitnandi. En amen, við ætlum að fara í hugleiðslubæn og mér langar líka til að biðja heilagan anda að koma og biðja í gegnum mig fyrir ykkur sem eru að hlusta og horfa og svo eftir hugleiðslubænina að þá ætlum við að fara í bara fyrirbænir og það eru þó nokkra fyrirbænir komnar inn. Við ætlum að biðja fyrir þeim öllum og við ætlum að vænta þess að Guð gerir stórkostlega hluti í okkar lífi og að Guð lækni og Guð leysi og Guð gerir kraftaverka því að Guð er kraftaverka Guð. Amen. Amen. Amen, þá skulum við bara koma okkur þægilega fyrir. Draga djúpt inn andann og loka augunum. Ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn. Í Jesú nafni beygjum við okkur undir þína sterku hönd. Við veljum að deyja gagnvart sjálfinu og taka upp okkar kross og fylgja þér í Jesús. Verði þinn vilji og ég bið þig heilagur andi, algjörlega fullkomlega velkomin. Og ég bið þig að starfa samkvæmt þínum vilja hér í kvöld. Við ætlum að byrja á því að fara með litla bæn sem er kölluð frelsisbænin. Þar sem við tökum á móti, veljum að taka á móti Jesú og gera hann okkar leiðtoga. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Og ég þakka þér fyrir Jesús að þú sendir orð þitt inn í hjarta mitt núna. Og ég opna hjarta mitt fyrir þér, Jesús. Og ég hleypi þér inn í hjartað. Ég hleypi þér, Jesús, inn í hugafari mitt. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur fyrirgefið syndir mínar. Ég þakka þér fyrir að þú hefur endurfætt anda minn og ég vil að lifa í þínu ríki, í þínu ljósi og í þínum kærleika alla eilífð. Og ég trúi því í hjartanu mínu að ég er þín dóttir, þinn sonur. Og ég tilheyri konungsfjölskyldunni þinni. Og ég þakka þér, Jesús, að þegar þú gafst líf þitt á krossinum fyrir mína sál, að þá iðraðistu fyrir mína hönd. Og ég tek við þinni iðrun inn í hjarta mitt núna. Og ég gef þér mína iðrun. Iðrun fyrir öll þau skipti sem ég sneri hjarta mínu frá þér. Iðrun fyrir öll þau skipti sem ég var að tilbiðja
eða treysta á eitthvað annað eða einhvern annan en þig. Og ég elska þig. Og ég trúi því að þú ert Faðir minn á himnum. Þú hefur bjargað mér frá dauðanum. Og þú elskar mig með ævarandi elsku þinni. Nákvæmlega eins og ég er. Og ég tek við fyrirgefningu þinni inn í hjarta mitt núna. Og ég vil að fyrirgefa sjálfu mér og öllum öðrum og öllu frá upphafi. Og ég bið þig, heilagur andi, að setja hungur og þorsta inn í hjarta mitt eftir orðið þínu. Ég þakka þér fyrir að þú gefur mér nýja trú, nýjan vana inn í hjarta mitt, sem að lesa í Biblíunni daglega. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér opinberanir. Þú gefur mér stórkostlega djúp visku Guðs og speki Guðs inn í hjarta mitt núna. Ég vil þekkja þig betur, Jesús. Ég vil nánara samband og samfélag við þig. Og ég tek við orðinu þínu núna inn í hjarta mitt, inn í sál mína, inn í hugan minn, inn í líkamann og hverja einustu frumu, beinin, sinarnar og líffærin. Fylltu mig á orðið þínu núna, í Jesú nafni. Og meðan að Guð er að marinera hjarta ykkar í orðinu sínu, þá langar mér bara til þess að biðja heilagan anda að biðja fyrir ykkur. Ég þakka þér, Faðir, að þú sendir orð þitt og þú læknar. Í Jesú nafni þá hasta ég á alla þreytu, ég hasta á alla bögun og ég hasta á alla kulnun og ég tala eld Guðs inn í hjartað. Og ég tala kraft Guðs inn í hjartað og Guð segir þú þarft aldrei að vera þreytt eða þreyttur af því að ég er þinn kraftur. Guð er krafturinn þinn. Og ég þakka þér fyrir að þú bara fyllir á og hleður öll batteríin og öll varabatteríin núna og það er bara full orka. Það er fullu kraftur. Og ég tala það út í Jesú nafni, þú hefur næga orku og nægan kraft til að gera allt sem þú vilt og miklu meira. Í Jesú nafni þá hasta ég á allt myrkur sem hefur komið gegn svefninum þínum og það er oft þetta ofvirka, þráhyggjukennda, áráttu hugafar eða ofhugsanir í Jesú nafni, ég rek það út núna.
Og ég lýsi því yfir að hver einasta hugsun í þínu hugafari er hertekinn til hlýðni við Krist. Hugur þinn er fullur af friði Guðs. Hugur þinn er fullur af ró Guðs. Hugur þinn er fullur af krafti Guðs. Hugur þinn er fullur af kærleika Guðs. Og hugur þinn er fullur af ljósi Guðs. Hver einasta hugsun er upplýst af Jesú Kristi sjálfu. Og það er trú, og það er von, og það er heilbrigði sem að fyllir hugafarið þitt núna. Og Guð er að hreinsa burt eitthvað svona myrkur af augunum sem hefur gert það að verkum að þú hefur séð sjálfan þig í einhverju neikvæðu skökku ljósi. Og Guð segir, sjáðu þig eins og ert sem fallegt, blessað, stórkostlegt barn Guðs almáttugs sjálfs. Þú ert ekki veik, geðja eða aum eða aumur. Þú ert hermaður Krists. Þú ert sonur, þú ert dóttir Guðs almáttugs, hluti af konungsfjölskyldu hans. Og sem slíkur ertu dýrmætur og dýrmæt. Þú ert verðmætur og verðmæt. Og þín sál er dýrmætari heldur en allt heimsins gull og demantar og gersemar. Og ég bara finna hendi Guðs er að lækna núna virðið þitt, sjálfsvirðið þitt. Og Guð segir að þú ert elskuð, að þú ert elskaður. Og þú mátt bara leggjast í faðm föðurins á himnum og hvílast þar. Og hvíld Guðs fyllir hjarta ykkar núna. Og hvíld Guðs er svona yfirnáttúruleg, stórkostleg, svona kraftur, máttur sem að bara eyðir allri þreytu og allri streitu. Það kemur endurnýjun og nýtt líf inn í hverja frumu í líkamanninum. Og ég bara finn núna að hjarta þitt, hugsanir þínar og það sem þú trúir, að það er bara að fara inn í orð Guðs. Það fer svona saman og verður eitt. Og Guð bara endurstilla hjartað þitt, þannig að það sé algjörlega stillt á hans orð. Og í Jesú nafni þakka ég fyrir, Faðir, að þú ert að gefa okkur skilning á orðinu þínu. Þú ert að gefa okkur opinberun svo við megum skilja það sem við erum að lesa. Og það kemur svona upp í hugan svona einhverjar að glíma við svona þráhyggjukenndar, áráttuhugsanir. Og Guð bara hastar á hann hjá Guð núna og fókusinn fyrir aftur á hann, aftur á Guð. Settu fókusinn á Guð. Leið og byrja að finna fyrir neikvæðum eða þráhyggju eða áráttuhugsunum, bara fyrirgefa þeim, setja fókusinn á föðurinn. Setja fókusinn á Jesús. Bara byrja að segja í huganinum Jesús, 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 aftur og aftur og aftur, Jesús, Jesús, Jesús. Og það mun þakka niður í þessum þráhyggju áráttuhugsunum strax. Af því að það er vald og kraftur og ljós sem fylgir nafninu Jesús. Og þannig er þetta að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Og orð Guðs er að smjúga inn í innstu fylgsni sálar, anda, líkama, huga, inn í beinin, inn í mergin, inn í hvert atóm í líkamanniðinum, hjartaniðinu og sálinniðinu.
Og ég lýsi því yfir í Jesú nafni að alla næsta mánuð myndu lesa daglega í orði Guðs. Og þú mynd finna stórkostlega umbreytingu og létti og lækningu og þú mynd upplifa tákn og undur og kraftaverk. Þú ert eftir að upplifa að þú ert eftir að upplifa Guð á nýjan hátt sem mun vekja svona undrun og stórkostlegheit innra með þér. Og það kemur ný trúin í hjartað núna sem segir eitthvað stórkostlegt er að fara að gerast. Eitthvað gott er að fara að gerast. Eitthvað undravert er að fara að gerast. Eitthvað skemmtilegt og fyndið er að fara að gerast. Og það bara blossar upp svona tilhlökkun og gleði innan með þér. Í Jesú nafni þá tala ég blessun inn í hjarta þetta og yfir lífið þitt. Ég tala blessun yfir alla þína fjölskyldu, alla þína afkomendur, alla þá sem að tengjast þér, frængur og frændi. Ég tala blessun yfir alla ættina þína í Jesú nafni. Ég tala lækningu Guðs. Í Jesú nafni þá brýt ég öll bönd. Ég hasta á allt myrkur og ég hasta á alla bölvanir. Ég hasta á öll álög og ég tala blessun Guðs í staðinn. Ég tala orð Guðs og lækningu Guðs í staðinn. Og ég, með ljósi Jesú Krist, lýsi ég upp alla krók og kima. Í hjartaneginu, í lífineginu, í allri fjölskylduneginu. Og ég lýsi því yfir að Guð er að sameina í fjölskyldum hér í kvöld. Guð er að sameina. Lækna tengingar. En hann er líka að sníða af það sem að þjónar ekki þínum hagsmunum. Það sem er að skaða, hann sníðir það af núna og það hverfur og þú sleppir. Hann er leirkera smiðurinn og hann er að móta þig núna í höndum sér. Og þú segir í hjartanu, ég gefst upp fyrir þér, Faðir. Ég gef allt upp til þín núna. Ég ætla að hætta að reyna að stýra og stjórna. Og ég gef þér stýrið. Og ég bara sest inn í Jesú bílinn og ætla bara að vera í þinni nærveru og hlusta þig, Jesús, og gera það sem þú segir mér að gera. Og ef það er núna einhver lítil bæn, það er eitthvað sem þú þráir eða eitthvað sem þú vilt biðja föðurinn um, það máttu gera það núna í hjartaniðinu, í huganiðinu, bara einlaga litla bæn, hvað sem er. Og þakka honum fyrir í leiðinni.
Svo er ein bæn sem að kemur upp í hjarta mitt sem ég langar til að biðja fyrir ykkur áður en við komum tilbaka, því að þegar Jesús bað fyrir lærisveinum sínum þá bað hann fyrir trú þeirra. Og mér finnst það svo ofboðslega falleg og mikilvæg bæn að biðja fyrir ekki bara okkar eigin trú, heldur líka fyrir trú annara og trú þeirra sem er í kringum okkur. Og þegar við erum að biðja fyrir fólki, að biðja líka fyrir trú þeirra. Heilagur Andi, Faðir á himnum, ég biðji núna að snerta hjarta hvers og eins hér í kvöld. Og ég biðji að auka trú þeirra. Ég biðji að gefa þeim nýja trú sem er blessun frá þér og skipta út allri vantrú fyrir trú. Í Jesú nafni. Og ég bið að trú þeirra standist. Amen.